Björn, nú þessu stórmóti lokið og hestakosturinn var nú ekki í lakara kantinum. Hvað fannst þér svona heildina? Ég verð nú að segja að hestakosturinn var alveg ótrúlegur. Ég er búinn að dæma mörg mót síðustu 30 árin og það sjaldan sem að færa svona gæsahúð skipti eftir skipti og eins og sýningin í lokin í töltinu þar sem Jóhann Skúlason fekk ég vel einhver 9,5. Ég hef bara aldrei upplifað annað eins. Þetta var alveg einstakt. Og einnig í fimmgangnum hjá Magnúsi Skúlasyni, hann stóð náttúrulega upp úr þar með 8-12 ef ég maður rétt út úr úrslitunum. Svakalega flottur. Alveg svakalega flottur. En þetta voru ekki bara þessi tveir. Það voru öll hrossin á mótunni í öllum úrslitum og í forkeppni alveg einstök. Og hvernig fannst þér reiðmiskan? Fannst þér ekki svolítið gaman að sjá hvað hún var fagleg? Henni hefur náttúrulega farið mikið fram og það er gaman fyrir okkur dómarann að geta alltaf plúsað 0,5 fyrir góða reiðmennsku, fyrir góða gangskiptingar og virkilega fagmælega reiðmennsku. Þetta er eitthvað sem við erum alltaf að hvetja knapana til að gera, til að sýna vel útfærða sýningar og koma vel undirbúnir eins og sem var á þessu móti. Og skipulagningin á öllu tímasetningar, þetta var bara ótrúlegt bara. Já, þetta er fyrirmyndar. Til fyrirmyndar. En nú heimsmeistaramót nú bara handa við hornið. Þarna voru kandidatar sem voru bara í raun og veru pröfukeyra hestana. Já, þarna voru Þetta er hestar sem að séns að vinna heimsmeistaramót. Þeir hafa meiri sjans ef að það þurfa að koma virkilega sterkir kandidatar fram til að taka þessa sýningar eins og voru bæði í fimmgangi og tölti. Ég hef aldrei séð hest, ekki síðustu árin, fá 9,5 í meðalengun og frá öllum dómum og 2 10. Þetta var bara gæsahúð á mót. Ég er með gæsahúð því ég hugsa þetta. Þetta var alveg einstakt. Er hann ekki komið með aðra hendina á byggarinn? Þarf ekki bara að detta undan eða eitthvað svona leiðilegt eins og hefur nú gert fyrir hann? Jú, í rauninni þarf bara að ske slys. Þannig að þetta við þurfum ekki að mæta og sjá töltið. En sem betur fyrir erum við í þannig sporti að það getur allt skeð og menn þurfa náttúrulega að halda sér á tánum alveg fram á móti og á mótinu og ég held að Jóhann Skúlason er á fullu að byggja sjálfa sig upp og hestana sína og ég held að hann mæti mjög sterkur til leiks. Já. Herðin, eitthvað sem þú vilt segja að lokum varðandi þetta mót, eitthvað sem þú sást nýtt sem við ættum að taka með heim? Já, ég myndi segja það að við ættum að fá að lána hann alla aðeins í nokkra daga og kenna okkur að skipuleggja mót. Þetta er alveg ótrúlegt að geta farið bara eftir klukkunni nákvæmlega, geta sofið bara til 7:30 og vera mættur á réttum tíma og aldrei neina tafir. Allir náttúrulega bara galdramaður í þessu. Takk fyrir. Takk fjörnum minn.